Rannsóknir sýna að ferð í IKEA fyrir gift hjón geti mögulega leitt af sér skilnað. Það ekki áhætta sem að ég var tilbúinn að taka, þannig að það sem ég gerði var að ég sendi konunni mína eina í IKEA og ég ætlaði að sjá að skaffa ökutækið til að flytja allar þær vörur sem að konan mín myndi mögulega að kaupa. Þekkjandi hana þá hún sennilega búin að kaupa hálfa búðina. Og hérna hún, ánægð, hamingjusöm, 2 klukkustundir alein í IKEA og þetta útkoman. Það eins gott að við séum á sendiferðabíl. Þá erum við komin í sendibíla himnaríki, timbursöluna. Það gott að vera á rafmagnsbíl inn í timbursölu. Það ert ekki að menga á meðan þú ert að versla. Tvekja hálfsmetra gifsplutur passa fullkomlega í hennar bíl. Fullkomlega. Verktaka lífið. Þessi Mercedes-Benz E-Vito kemur með 60 kWh rafhlöðu og getur þessi rafhlaða tekið við 80 kWh hraðhleðslu. Ragnir þessa bíls 265 km. Það svo sem ekki kílómetrafjöldi sem þú myndir vilja skrifa heim til mömmu þinnar í ykkur póstkorti. En fyrir allt það helsta innan bæjarsnátt að þá það alveg feikinóg. Ég hef vissulega verið svolítið hérna út á landi að keyra og hef ég kannski þurft að hlaða aðeins oftar en ég hef keyrt mig Þannig að topp tip, ef þið vantar sendiferðabíl og ert út á landi, þá myndi ég mögulega ekki kaupa Mercedes-Benz E-Vito. Þá myndi ég mögulega fara í Mercedes-Benz Vito Diesel. Helstu mál panelhluta þessa bíls eða það sem þú ætlar að geyma hluti. Á lengdina hann einhverja 2290 mm. Á hæð hann einhverja 1252 mm. Og á breiddina hann einhverja 1391 mm. Annað sem áhugavert að burðargeta díselútgáfu þessa bíls einhverjir 590 kg. Á meðan að burðargeta þessa bíls einhvers staðar á milli 760 og 840 kg. Þessi bíl einhver 119 hestöfl og hann með einhverja 360 Nm á togi. Þú getur samt ekki fengið þennan bíl með krók og þar af leiðandi ekki dregið neitt með öllu þessu togi sem með. Það sennilega vegna þess að ef þú myndir bæta kerru við þetta batteri að þá yrði dragnin töluvert minni. Hámarkshraði þessi bíls skorðaður við 120 km. Þannig að limited, þú kemst ekki yfir 120 km hraða sem fyndið. En sem að aftur skiptir engu máli út af því að í Íslandi megum við ekki fara hraðar en 90 km á klukkustundu hvort þið Það engar hraðbrautir hérna, þar af leiðandi Mercedes-Benz að passa upp á það að þú sért að fá eins mikið afdrægni úr rafhlöðunni og þú mögulega getur. Verð þessa Mercedes-Benz E-Vito sendiferðabíls 7.326.613 krónur án MAFSK og þetta með 500.000 króna styrk frá Orkusjóð. Ef það of mikið að kaupa þennan bíl á einhverja rúmar 7 milljónir að þá getur líka fengið bílinn á rekstrarleigu. Þú getur borgað einhverjar 199.000 á mánuði í 36 mánuði og svo bara skilar honum aftur. Og inn í þessum díl það að hann jú í fullri þjónustu og þú færð allt sem þú þarft þegar kemur að viðhaldi frá Öskju eða Mercedes-Benz. Ef þú berð þennan bíl saman við Mercedes-Benz Vito dísilútgáfuna að þá kemur dísilútgáfan með akreinavara og svona blind spots viðvörun. En það ekki fáanlegt í þessum E-Vito sem áhugavert. En fyrir mitt leyti að þá það búnað sem sennilega frekar pirrandi ef þú ert atvinnu ökumaður. Þess vegna myndi ég örugglega kaupa mér E-Vitoinn bara til þess að losna við öll þessi bing og bong sem að fylgja öllum svona akreina vörum. Afþreyingarkerfið 7 tómmu snertiskjár og það ekkert framúrstefnulegt þegar kemur að afþreyingarkerfum. En þetta afþreyingarkerfi gerir nákvæmlega það sem þú vilt að það gerir. Ég hef í rauninni ekki kynnst neinu afþreyingarkerfi í neinum öðrum bíl sem svona fljótt að tengjast við Bluetooth hjá mér. Og fyrir það fær þessi Mercedes-Benz E-Vito topp einhvern. Svo bílinn með regenerative braking, þannig að þú getur keyrt með svona one pedal drive strategíu. Þannig að hann hleður inn á sig þegar maður hægir á sér. Hann með cruise control og hann með alla helstu aðgerðarhnappa í stýri
og þetta eru alvöru hnappar, þetta eru ekki svona touch sensitive takkar eins og eru í mikið af fólksbílunum frá Mercedes-Benz sem alveg top nice. Það getur vel verið að keyra á rafmagns sendifræðabíl sé sama sem og að vera vegan þegar það kemur að því að vera í heimi verkamanna sem þurfa að nota sendifræðabíl. En ég lofa ykkur því að þessi bíl algjört harðjaxl. Þessi Mercedes-Benz E-Vito business útgáfan og það sem business við þennan bíl það að þú ert að fara að gera alvöru business með berum höndum.